getur þú skilgreint græðgi? Já, það ekki... Vill meira en það þarf, þegar svona, þú veist, eða svona... Já, ekkert svona segja mann, það vill alltaf meira og meira, þessi ekki svona... Já, eitthvað svona í þá átt. Ef þú þurftir að hugsa þér einn svona gráðan einstakling? Já, þá hvað? Bara, hvað dettur þér í hug? Nefna það mann sér. Já. Má ég sleppa því? Stoppa því? Já. Ég held að þetta sé eitthvað sem þú veist, svona, dálítið í öllum, sko. Já. Sumt fólk er búið að taka það lengra en annað. Sleppa því að... Hey, nice. Já. Finnst þér bara íslenskt samfélag gráðugt? Svolítið. Svolítið svona efnisvarða meira að það er eitthvað svona aðeins að breytast en já, þú veist, þetta með, þú veist, hvað maður þarf og síðan, þú veist, hvað maður langar í, þú veist, þá vantar þetta samhengi á milli, þannig að þegar, já, svolítið. Takk, það var ekki. Þú þurftir að skilgreina græðgi. Hvernig myndir þú gera það? Græðgi? Að vilja eitthvað miklu meira en mann er hollt sjálfur. Þú þurftir að nefna einn svona mjög gráðan einstakling bara í samfélaginu? Samfélagi? Ég held að ég sé ekki gráður, ég hugsa ekkert mikið út fyrir sjálfum mig. Ég er svona frekar hófstilltur. Já. Í flestu. Stundum verður maður gráður. Þetta er gróðþægilegt. Finnst þér Íslendingar gráður? Íslendingar eru sennilega heimtu frekasta þjóð í heimi. Vilja allt, en ekki að neitt móti. Að græðgi er svona, já, nátengt því kannski, þannig að jú, þeir eru viðbjóðslegir og gráðugir. Svona meðvið. Já. Hitt. Þetta er frábært svona. Greed, in a few words. Greed? Greed, no. Greed is something very negative concerning other people. You affect your will to do harm them. Yeah. If you could name one person who is very greedy. Wilders. What? That's a Dutch politician who is very anti-Islamic. Are you from Holland? I'm from Holland, who is very rancune, you know the word? What's the English word? Rancinous? Oh, yeah. We were in Holland a few weeks ago. He hates other people. Oh, that's not good. Yeah, okay, that is not the same as greed. Greed is more... afgunst. That you find that other people don't deserve something that you don't have. Is that greed? Yeah. We're just trying to make people say it in their own words, so there's nothing right or nothing wrong. Okay, then who's someone who's greedy, a well-known people. Greedy, yes, yeah, that's the word. Yeah. That's the meaning of it. Yeah, for me it's English also. When you want more for you than you should have. When you have enough already and you don't want to give with you. Oh, it's not that you want that you are jealous for other people. No. Oh, you want to keep it all for yourself. Yeah. Okay, someone who wants to keep everything for themselves. Yeah, that's Wilders is a sort of people. He wants to have it for his own. All people who are born in Holland and all people who are come to Holland, he don't think that he thinks they don't deserve it. In that sense, he's a greedy man. So, thank you. So, skilgreina græðgi, bara svona í stuttu máli. Taka mikið inn í Vera gráður eða? Og ef þú þurft að nefna eitthvað gráðan einstakling, hver myndi það vera? Einhvern til dæmis bara í samfélaginu okkar, pólitíkus.
eða eitthvað? Ég veit það ekki. Bara, Ég veit það ekki. myndið þið segja að fólk væri yfir höfuð bara gráðugt? Mjög mikið. Já. Það var ekki fleira? Nei, bara hver eftir. Takk fyrir. Hvort er að skilgreina græðgi í stuttu máli? Er það ekki bara að vilja komast yfir allt sem maður ekki þarf? Og eitthvað svona gráður einstaklingur í samfélaginu? Það er náttúrulega mikið til að þeir. Og hún gægist víða hjá manni. Og náttúrulega þetta samfélag var heltekið að græðgi fyrir nokkrum árum. En það sem við erum að spyrja, þú veist, hvort það sé ennþá sko græðgi í til dæmis íslensku samfélagi, myndirðu segja Íslendingar væru gráðugir? Það er bara fyrir eftir einstaklingum. Það eru til nægjusamir og æðruleysir einstaklingar og svo gráðugt fólk sem er aldrei sátt við það sem það hefur. Ég orti nú eiginlega sonnettu græðgina svolítið fyrir hrun. Hún er svona sumarkvöld, ég sitja kræklótt tré og sólfarsvindar strjúka rjóða vanga. Mig undrar sífellt óræði lífsins ganga og allt það sem hún lætur mann í té. Ég þreyttur stari á gisnar gróður vinjar og gleymdar myndir birtast ein. Í minni sál er engin hugsun hrein og hjartakenndir tærar aðeins minnir. Því allt var selt á lostans torgi og táls og taumlaus girndin drekkir þínu sjálfi. Í senn þú líkist kjöltur upp á kálfi sem kvoðan sökkvir langt upp fyrir háls. Þér bjargar engin andakt, von ég trú, því allir breytt á sama hátt og þú. Takk fyrir. Hvernig myndirðu skilgreina græðgi í stuttu máli? Nú, græðgi er eitthvað þegar maður vill hafa allt saman sem maður sér og sem maður heldur maður getur notað og getur þó aldrei notað samt. Það er græðgi. Og þurftir að nefna einhvern sérstaklega gráðan einstakling í samfélaginu? Ég held að sé nú sko í þessu landi svona tæplega 300.000 slíkir einstaklingar því miður. Það svarar þá næstu spurningu, ég ætla að spyrja hvort að Íslendingar væru gráðugir. Alveg ferlega. Maður getur haldið að þeir hafa lifað núna 100 ár bara í algjöru svelti og nú þurfa þeir bara að ná þessu öllu upp bara, helst bara á hálfu ári. Þakka. Á ég að segja. Ég spyrir spurningar og þú svarar eftir besta getið. Já, ef þú getur lýst græðgi bara í örfáum orðum, hvernig myndir þú gera það? Örfáum orðum. Já. Tveimur Bara setningum. sá sem vill, bara þú veist, vill meira en hann þarf í rauninni. Og já, eitthvað meira. Telurðu Íslendinga að vera gráðuga yfir höfuð? Já, suma þeirra, mjög svo. Mikinn part af þjóðinni? Nei, eða svo sem ekki ég kannski, en það eru sumir sem eru gráðugir og það bitnar á allri þjóðinni. Ef þú myndir þurfa að velja eina gráðuga manneskju til þess að nefna í íslensku samfélagi, hver er það? Það er ekki einhverju bankaköllunum. Bara einhverju björgursveikara eða eitthvað, ég veit það ekki. Ok, takk fyrir. Hvað kemur þetta? Þetta fær bara non... If you could describe greed in a few words. Greed? Greed. Yeah, you want like a lot of stuff. I don't understand what you're actually asking for. Greed is like when you have enough, but you always want more. Oh, greed. Okay. I want to describe greed. It's about possession, isn't it? About needing what's unexplored, sort of. Experience new things, and sometimes that is reified into objects, like things, clothes, cars and stuff like that. But I think it's go down to new experiences that you think they can achieve with those, or at least associate with those things. Yeah. And if you would have to pick one very greedy person in our society, who would that be?
president of Syria, I suppose. He still wants to stay in power, but has not sort of the authority of the people any longer. So do you think people in general are greedy? No. I don't think people are altruistic, that is, that they do things for the benefit of others without gaining something on it themselves, but I think they have sort of like an empathy that if I'm nice to other people and generous to other people, then I would get something back in the end. Yeah, exactly. So thank you. That was all.